Ok, ég ætla að fara yfir svona þessu við köllum dýnamískar hreyfiteygjur. Það sem við viljum leggja áherslu á að þessi hreyfiteygja líkist í það sem við erum að fara að gera. Og að því sögðu þá myndum við vilja, þegar við erum að fara að gera hnepu, þá gerum við einhvers konar uppnum fyrir hnepuðunar. Þegar við erum að fara að róa eða pressa, þá viljum við hita vel upp axlirnar. Og til dæmis í Superform tímunum hjá mér sem ég með, það hópaþjálfun, þær eru alltaf að vinna með þetta líkamann. Og þá förum við hitum mjaðmina rosalega vel upp og reynum að gera þær mjög góðar. Svo hitt atriði þá reyni ég að hita upp það sem við erum að fara að gera. Við gerum framstig, þá gerum við einhvers konar framstig. Hitum við alltaf vel upp axlirnar. Ef við gerum hnepur, þá ger ég ákveðna rútínu. En ég yfirleitt með svipaða rútínu, svo ég krydda ég aðeins inn í. Þannig ég ætla að sýna ykkur eina rútínu og því með nota hana eða þá gera eitthvað fleira sem þið teljið sé betra fyrir ykkur. Þannig hún svona. Ég byrja á því að lyfta fótunum upp og dreg svo af. Eða frá hlið, þegar ég lyfti upp, gríp svo og dreg svo. Ég vil alltaf vera með beint bak. Ég er búinn að því, þá reyni ég að setja hælinn í rass, grípi mökklan, teygi mig hátt upp og spyrni með minni fram. Frá hlið, hérna og keyri með minna fram. Búinn að þessu, þá tek ég hérna cradle walk, þá gríp ég í mökklan og lyfti honum hérna. Það fer inn á rassvöðan, lítill rassvöð, mjög mikilvægt að hafa hann góðan. Ef þið fáið í hné að þessu, þá viljum við kannski frekar grípa hér eða jafnvel þá bara hér. Eða jafnvel bara alveg sleppa þér. Alltaf beit brjóstkassi. Hérna. Næsta sem ég myndi gera að ég fer niður í planka og hér og ég stíg fram og ég vil droppa mjöðminni niður og opna brjóstkassan. Og ég vil hafa fótinn alveg flatan hérna. Ég vil ekki vera upp á tá. Frá hlið, fyrir hérna. Mjög gott til þess að losa upp mjaðmina. Næsta til þess að losa upp á brjóstbakinu. Þá fer ég í hestastöðu, þar sem hendurinn hérna undir. Hönd á hnakka. Við ætlum að láta olnboga, bót, snerta olnboga, olnboga, snerta olnboga, bót. Svo teygi ég mig hátt upp og kíki. Og svo hinum við líka. Þið séð hérna framverðu. Mjög gott fyrir brjóstbakið. Síðan kem ég hérna upp. Þar ger ég táhnepu. Fer ég bara í hnepu stellingu. Teygi mig niður í tær. Beygi mig ekki niður. Tek ég hnepuði niður. Brjóstkassin út. Reyna að koma rassinn eins langt niður, svo þrýsti hnjánum vel út. Og núna mikilvægast, setja ég hendurinn upp í loft, þá vil ég ekki missa hnén inn. Ég vil halda þeim úti. Svo stend ég upp. Teygi mig niður í tær, rassinn eins langt niður eins og ég get. Þrýsta hnjánum út. Upp með hendur. Standa upp. Hérna frá. Teygi mig niður í tær. Toga rassinn vel niður. Og út með kassan og rétti vel úr mér.
Þrýsti hnjánum út, upp með hendur og upp. Eftir þetta erum við almenna orðnir nokkuð góðar. Ef ég kannski farið í réttstöðulyftu eða rómverska réttstöðulyftu, einhver hip thrust, einhverja svona æfingu sem reynir svolítið að mjöðmynda rassinn og allt þetta, þá mjög líklega myndi ég bæta við og reyna að spenna rassinn. Eða jafnvel bara rómverska á eigin líkama. Eða jafnvel líka bara á. Þannig að fyrir eftir hvað að gera. Nú, fæturnar eru nokkuð góðar. Næsta sem ég myndi gera var í armsveiflurnar. Hér, aftur á bak líka. Ég myndi hér hérna. Snúið hérna upp á. Svo það sem ég finnst mjög gott að gera, eins og þessi frá námskeiði Maxwell, og það mjög góð rútína að tekja litla hringi og hreyfi herðablöðin líka. Svo ger ég öfugt. Svo fer ég hérna beint út til hliðana og öfugt. Svo hérna fyrir framan. Og alltaf ég með beinu hendur og alltaf reyna að hreyfa herðablöðin líka á svona öxlunum. Og svo hérna uppi og alltaf litli hringir og öfugt. Líka hérna. Þannig að þetta svona cirka bát rútína. Síðan get ég enda á háum hnéðlöftum, hægri rass, ýmislegt. Lykilatriði er bara hita skolk alla liðina vel upp. Ef þið ætla að fylgja þessu, þá myndi ég gera 10 sinnum á hverja hlið. 10, ef þið gerir 1 fót í einu, þá gerir 1 fót í einu, þá 10 sinnum á hvort fót og 10 hnépur, 10 framstig á hvort fót og svoleiðis. Gangi vel.